við hérna ETS-kerfið. Nú hefur Þórður Pálsson náttúrulega sett þetta svolítið á dagskrá, sko, án þess þó að margir hafa eitthvað verið að pæla í því. Þetta var alltaf eitthvað sem var svona hent út í almennum umræðum loftslagsmál og orkumál og fleira. Það var talað ETS-kerfið og hvað við varum svona að græða stórkostlega á því að hafa þetta kerfi. En svo kom upp úr hattinum að þetta einhvern veginn sérkennilegt og maður að heyra allir frá fyrirtækjum sem að fá einhverja skona reikninga þar sem að, eða skjöl þar sem að þeim bent á að orkunýtingi þeirra hafi verið að hluta til kjarnorku og eitthvað sem að við höfum náttúrulega ekkert á Íslandi. En það sem sagt þetta ETS-kerfi sem að stendur fyrir Emission Trading System og byggir sem sagt á því að þú ert með einhverjar orkueiningar, hreinar orku sem að þú getur sem sagt skipt í staðinn fyrir það að þú þiggir orku nýtingu einhvers annars. Og náttúrulega Sigríður Andersen má þetta eiga það líka, hún hefur verið aðeins að reyna að setja þetta á dagskrá, en að því undanskildu þá hefur verið rosalega lítið verið að tala þetta fyrir utan það. Þegar að Ísland, og ég nokkuð við sem þetta hafi verið tengt inn í þessa ETS-umræðu, en það var náttúrulega losunarheimildir Evrópusambandsins, þar sem að við erum náttúrulega að borga stórkostlegt fé og hvað var það, 1,2 milljarður sem að var komin á eindaga hjá Play þegar að það féll og það átti að vera daginn eftir og ég ræddi þetta nú við Jóhann Pál sem að sagði að þetta hafi ekki verið nein tengsl og ég eitthvað svona, þeir fjármögnuðu sig fyrir 2,1 milljarða og svo kom greiðsla á eindaga sem var 1,2 milljarður. Þannig að sko það að þeir hafi geta fjármagnað sig fyrir einhverja 2 milljarða rúma en að 1,2 milljarður sé rauninni ekki neitt, það einhver svona rök sem að ég kaupi ekki alveg. En það sem sagt við í þessari frétt að kostnaður við kaup losunarheimildir munu bitna sérstaklega á íslenskum flug- og skipafélögum á næstu misserum og árum. Þetta kemur skýrt fram í nýrri úttekt Viðskiptaráðs Íslands sem fjallar stöðu Íslands innan ETS-kerfisins. Í úttektinni kemur fram að kostnaður íslenskra aðila við kaup á losunarheimildum muni 5-faldast til ársins 2030 úr 5,5 milljörðum íslenska króna í 27,8. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur hjá Viðskiptaráði Íslands, segir það ljóst að kostnaður íslenskra fyrirtækja muni aukast og vegur þar þyngst kostnaður auki hjá flugfélögum og álverum. Ef ekki tekst að finna varanlega lausn sem tekur mið af sérstöðu Íslands, segir hann að stjórnvöld þurfa að endurskoða með hvaða hætti Ísland taki þátt í kerfinu. Og sko ég man, sko ef við bökkum jafnvel aðeins lengra þá var okkur líka selt þetta undir þeim formerkjum að Ísland væri með svo mikið að hreinni orku að við myndum alltaf koma til með að græða þessu. Og nú getur einhver hugsað bara, já, ég meina þetta eru bara einhver stór fyrirtæki sem í stóriðju og þau hafa nú alveg efni á því að vera að borga þetta. En athugið það að allt sem að við kemur þessum málum erum við að fara að borga sem neytendur. Hvort sem að það verði með beinum hætti eða óbeinum hætti, við náttúrulega borgum með þetta með beinum hætti varðar flugfargjöld, við borgum þetta með beinum hætti varðar skipaflutninga út af því að við þurfum allt flutt hingað þegar við erum að neyta hverskins afurða sem að koma að utan, sem náttúrulega langmest af því sem að við neytum og þörnumst. Þannig að sko neytendur eru beint að fara að borga þetta. Í samhengi við álverin og annað þá erum náttúrulega að fara að borga þetta með óbeinum hætti þar sem að útflutningstekjur okkar muni minnka. Þannig að það að þetta sé að 6-faldast, já 5,5 í 27,8, þannig að þetta rétt tæplega að 6-faldast, 5-faldast kannski. Að þá erum við bara að horfa upp á einhverja sviðsmynd þar sem við þurfum bara að fara að spyrja okkur, ætlum við að fara að taka þátt í þessari dellu?